En í dag þá ætlum við að halda áfram með kennsluna hans Jesú. Við ætlum að taka eitt vers sem Jesús, þar sem hann segir í Jóhannes 8:12, hann segir, ég ljós heimsins. Ég ljós heimsins. Og Jóhannes 1:1 segir að Jesús, hann var orðið, og í Pétursbréfinu öðru 1:19 þá sjáum við að þar að hið spámanlega orð kallað ljós. Hið spámanlega orð kallað ljós sem lýsir á myrkum stað. Þannig að Jesús ennþá ljós heimsins. Jafnvel þó við sjáum það ekki, finnum það ekki, skiljum það ekki, þá hann ennþá ljós heimsins. Við skulum lesa þetta vers 8:12, Jóhannes 8:12, þar segir, nú talaði Jesús aftur til þeirra, sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hérna talar hann ljós fyrir lífið. Þannig að Jesús, hann þetta ljós fyrir lífið. Og ein þýðing segir, ef þú fylgir mér, þá þarftu aldrei að ganga í myrkri. Þannig að ef þú að fylgja Jesú, þá þarftu aldrei að ganga í myrkri. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og þessi kennsla Jesú, bara þetta vers, með þetta ljós, ef við skoðum aðeins 1:9, Jóhannes 1:9, þá segir hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn. Og ég hef svo oft sagt ykkur söguna því þegar ég var á sjónum og við vorum að veiða í landhelgi, ekki segja neinum frá því, og svo kom varðskip allt í einu, það kom ægilega skært ljós út úr myrkrinu. Svo kom rödd eins og hún væri af himni. Nefndi nafnið á bátnum okkar, hífa. Svo kom einhverjir englar frá Guði á svona litlum mótorbát, það komu varðskipsmenn frá Guði og þeir komu upp í bátinn okkar og við þarna svona syndararnir, við vildum ekki hjálpa þeim að koma borð, þeir hentu svona bandi, við heldum bara áfram að gera fiskinum, við vorum að veiða, við vorum að þéna peninga á ólöglegan hátt, en það var náttúrulega ákvörðun skipstjórans. En allavega, ljósið lýst okkur upp og við vorum afhjúpaðir. Og hið sanna ljós sem kom í heiminn, þegar þetta ljós skín á menn, þá afhjúpar það, þú getur ekki sagt, ég ekki hérna, ljósið finnur þig, þar sem þú ert. Þú getur ekki sagt, ég ekki að gera þetta, ljósið lýsir á því og sýnir hver þú ert. Þannig að hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Nú, það hið sanna, það þýðing á því sem segir að hið sanna þetta raunverulega eða orginalinn fyrir ljós. Upphaflega ljósið kom nú í heiminn. Þið vitið, það alltaf orginal. Veit einhver hvað orginal? Við viljum fá orginal varahluti frá framleiðanda. Orginal þýðir eitthvað sem beint frá upphaflega framleiðandanum. Og í þessu tilfelli kom þetta ljós beint frá Guði. Þetta var Guðs ljós sem kom í heiminn. Þannig að hið sanna, það þýðir hið raunverulega og upphaflega eða orginal. Ljós kom nú í heiminn. Ef þú fylgir mér, þarftu ekki að ganga í myrkri. Og það góð hugsun hérna, stundum viljum við leiða fólk til Krists
og við segjum, heyrðu, ertu frelsaður? Já, ég er frelsaður. En þá sagði Jesús, fylg þú mér. Sjáðu, það er ekki nóg bara að frelsast frá syndum okkar, við þurfum að fylgja honum ef við ætlum að losna við myrkrið. Og það er þetta, ef þú fylgir mér, myndu ekki ganga í myrkri. Kristna lífið er meira heldur en bara ferming og fara svo í veislu eða niðurdýfingaskýrn og fara hérna upp og drekka kaffi. Þá byrjar kristna lífið, sjáðu, þú byrjar að fylgja honum hver dag. Og þetta er svo langt frá þessari hugsun í sambandi við að vera trúaður í dag. Fólk segir, ég er jafn trúaður, já, en ert að fylgja honum? Ert að ganga með honum? Það var það sem Jesús sagði, sá sem fylgir mér. Nú langar mig aðeins að bara rifja upp úr Gamla testamentinu að þar var líka þetta ljós sem þeir áttu að fylgja. Og það er gaman að lesa Gamla testamentið. Þegar Guð kom niður og hann var í skýstólpa á daginn, svo var hann í eldstólpa á nóttinni, þannig að hann var ljós fyrir þá. Og þið getið lesið þetta í 4. Mósebók, 9. kafla og 15. vers, að það var eitthvað sem líktist, hvernig segir það? Er það ekki þarna? Á að vera þarna. Numbers 9, 15. vers. Það var eitthvað sem líktist eldstólpa sem fór fyrir þeim. Þannig að Og í 5. Mósebók, ég ætla að lesa það vers, það tala líka þetta, það er 1. kaplið 32-33, Deuteronomy 1, 32, 33, 5. Mósebók, mér finnst það svo frábært vers nefnilega. Ég man að við notum þetta vers þegar við vorum að biðja fyrir einni dótturinnar Esterar einu sinni. En þrátt fyrir allt þetta vildu þið ekki treysta drottni Guðiðar sem gekk á undan yður á leiðinni til að leita upp í tjaldstæði handa yður á næturnar í eldi til þess að vísa yður veginn, á næturnar í eldi til þess að vísa yður veginn. Þeir gátu gengið með honum, hann gekk á undan þeim, hann var eldstólpi og á daginn til að vísa yður veginn sem þér ættu að halda en á daginn í ský. Þannig að Guð, hann sýndi þeim leiðina sem þeir áttu að fara í Gamla testamentinu, hann sýndi þeim leiðina og hann leitaði upp í staði sem voru góðir að tjalda á. Þetta er svo frábært. Hann leitaði upp í staði fyrir þá. Jesús segir, ef þú fylgir mér, þá þarftu aldrei að ganga í myrkri. Jesús leita líka upp í staði fyrir þig til að tjalda á í dag, í þínu andlega lífi. Jesús fer á undan þér og hann segir, hann nemur staðar hér og segir, hér er gott að vera. Og sjáðu til í eyðimörkinni, þegar skýstólpinn nam staðar, þá tjölduðu Ísraelsmenn og þeir námu staðar stundum í marga daga. Og þá hvíldi skýið yfir búðinni og eldstólpinn á nóttunni. Svo allt í einu einn dag, þá fór skýjahnoðurinn að hreyfa sig. Og þá tóku þeir tjöldin saman, tjaldbúðina, alla græjurnar, svo byrjuðu skýið að fara í þess átt og þá fóru þeir á eftir. Þá vissu þeir að Guð var lagður af stað og þeir voru hans fólk og þeir lögðu af stað á eftir Guði. Mér finnst það svo frábært. Guð, hann er svo góður. Og Jesús, hann er hinn sami og við erum búin að tala um það að hann sendi heilagan anda fyrir sig, þannig að nú er það heilagur andi sem er okkar ljós og ef við göngum með honum, þá sýnir hann okkur hvenar við eigum að stoppa, hvenar við eigum að fara af stað. Meira að segja í trúboði, þá sýndi Jesús þeim hvar þeir áttu að fiska, vegna þess að þeir höfðu verið að erfiða, við getum sagt í trúboðinu alla nóttina og engan fisk fengið og svo kemur allt í einu Jesús og segir þeim að fiskurinn er þarna og það gerir heilagur andi í dag að hann leiður okkur stundum og þá verður þetta svo létt og svo auðvelt að ef við leifum heilugum anda að leiða okkur, þá bara gerist þetta í vinnunni eða á leiðinni í skólan að þú þarft ekki að fara út endilega í trúboð, þetta bara gerist. Og það er það sem Guð vill
vera, til þess vill hann vera okkar ljós. Nú, í Sálmi 36:10, það er vers sem ég elska. Jesús hann sagði, ég er ljós heimsins. Sjáðu, heimurinn, hann hefur ekki þetta ljós nema hann taki við því. Í tjaldbúðinni, forðum, og við höfum oft sett upp myndina af tjaldbúðinni, að þá var, sem sagt, ljósastika inni, 7 ljós, 7 arma ljósastika. Þar var borð og þar var reykjelsis altari. Borðið hafði brauð og það áttu prestarnir að eta, bara prestarnir. Og þeir áttu að setja reykjelsi á altarið og máli var að þeir gerðu þetta í birtunni sem kom frá ljósastikunni. Og í Sálmi 36:10 segir, í þínu ljósi sjáum við ljós. Sem sagt, presturinn, hann þjónaði í ljósinu sem var frá drottni. Hann gat ekki þjónað í ljósinu sem var frá heiminum. Sjá, hann var að þjóna með brauðið og bænina, og brauðið er tákmynd upp á líkama Krists og reykjelsaltar í bænin, en hann varð að hafa ljósi frá drottni. Þetta er tákmynd upp á það að við þurfum í dag að hafa ljós frá drottni til þess að geta lesið Biblíuna. Það eru margir að lesa Biblíuna og þeir ná ekki textanum af því að þeir eru að lesa hana í ljósbirtunni frá heiminum. Þeir eru fyrir utan tjaldbúðina, en í þínu ljósi sjáum við ljós. Þetta er svo frábært. Jesús er ljós heimsins og drottinn, hann er hið sanna upprunalega ljós, hann er orginalinn fyrir allt ljós og myrkur er alls ekki í honum. Svo langar mig að, bara áður en við höldum áfram, að gefa ykkur hérna eina ritningu í Opinberunarbókinni, 21. kapla, 23. vers, og þar er talað um borgina. Þar kom við aftur, sem sagt, að borgina þegar við erum komin inn í hérna nýju Jerúsalem, þegar við erum komin á hérna nýju jörð og við höfum hérna nýja himinn, og þá segir í versi 23, borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guðs skína á hana, lampið er lampi hennar. Nú þurfum við ekki lengur sólina af því að orginalinn er komin. Við erum þar sem upphaflega dýrðin er, ljósið sem að Guð er. Við erum þar og þá þarf ekki lengur sól, þá þarf ekki lengur tungl, af því að Guð er þar og lampið Jesús Kristur er ennþá lampinn, hann er ennþá ljósið fyrir núna himinin og hinn nýja heim. Mér fannst þetta svo frábært þegar ég sá þetta og skoðaði þetta, að Jesús, hann er ljós heimsins, hann verður ljós heimsins, hann var ljós heimsins, hann er alfa, hann er omega, hann er upphafið, hann er endirinn. Halleluja. Síðan er það í Jóhannesar bréfinu, 1. kapítula, þá sjáum við aðeins meira um þetta ljós, og við skulum lesa frá 5. versinu í 1. Jóhannesarbréfi. Það er 1. kafla. Það segir, þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þá í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu, vers 7, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Sjáðu, sumir segja í dag,
Ég trú á Guð alveg jafn mikið og þú. Ég hef samfélag við Guð alveg eins og þú. Ég þarf enga kirkju, ég þarf ekki á þér að halda. Biblían segir að svona fólk eru lygarar. Þessir menn eru lygarar. Ég var að lesa það. Svona fólk lygur. Vegna þess, ef þú segir ég hef samfélag við hann og gengur í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. Ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Kristur hér á jörðu í dag líkami. Kirkjan líkami hans. Og ef við höfum ekki samfélag hver við annan, þá erum við í raun og veru í myrkrinu. Ekki bara amen? Amen. Við erum líkami Krists, hann höfuðið. Og þá segir að blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáðu til, við sjáum líka ljós þegar við komum saman. Stundum erum við ljós hvert fyrir annað. Við upplýsum hvert annað. Og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Það var maður sem hér Derek Prince, hann sagði, ef þú ert út úr samfélagi, if you are out of fellowship, if we are out of fellowship, we are out of light. Ef við erum ekki í samfélagi, þá erum við ekki í ljósinu. Svo sagði hann, blóð Jesú hreinsar ekki í myrkri. Blóð Jesú hreinsar ekki í myrkri. Þú verður að koma í ljósið til þess að hann geti þvegið þér. Amen. Nú, í Matteus 7. kafla, þá svona eina af þessum ritningum sem að sumum finnst svona svolítið skrítin, og alltaf gaman að lesa skrítnar ritningar, og biðja heilagan anda að gefa ljós, láta ljósið skína á þær. Hér Jesús að kenna, og ég ætla að byrja á versi 19 til að fá samhengið. Matteus 6:19. Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir, þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki mölur né ryð eyðir. Síðan segir, því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Augað lampi líkamans, sé augað þitt heilt mun allur líkami þinn bjartur, en sé augað þitt spillt verður líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið, hér kom við aftur á ljósinu í þér, myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Jesús, hann ljós heimsins. En ef við skoðum þetta aðeins aftur, hann segir, hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Í þessari þýðingu hérna, sem hún Ester gaf mér, þá segir, for your heart will always pursue what you value as you treasure. Því að hjarta þitt mun alltaf fylgja því sem hefur gildi fyrir þig. Forgangsatriðin fyrir þig, þú fylgir þeim. Við segjum, sumir forgangsraða ekki rétt. Þannig að þar sem fjársjóðu þinn þar ert þú að vappa í kring. Þar ert þú að vappa í kring. Sem sagt, ef að fjársjóðu þinn í drottni, þá ertu að vappa í kringum hann eða þú ert á eftir honum. En síðan komum við hérna, augað lampi líkamans, sé augað þitt heilt mun allur líkami þinn bjartur, en sé augað þitt spillt verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Þetta svona svolítið tross. Ef ljósið í þér myrkur,
hér verið að tala, og til þess að skilja þetta, þá þurfum við kannski að fara í 5:14, af því að Jesús, hann að kenna hérna áfram, og þá segir hann, þér eru ljós heimsins. Þér eru ljós heimsins. Og hann að tala við lærisveinana, hann að tala við okkur í dag. Hann segir, þér eru ljós heimsins. Nú, Jesús, ég hélt að þú væri það. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist, og ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Nú, svo kemur þessi kennsla fjársjóðina á jörðu og að safna okkur ekki, og þar sem fjársjóðin þar mun og hjarta þitt vera. Svo segir hann, augað lampi líkamans. Augað lampi líkamans, sé augað þitt heilt mun allur líkami þinn bjartur, en sé augað þitt spillt verður allur líkami þinn dimmur. Þannig að það önnur ritning sem langar að augað lampi líkamans. Skulum lesa aðra ritningu, það segir að ritning útskýrir ritningu, Orðskviðni 20:27. Orðskviðni 20:27. Nú kemur hérna aðeins öðruvísi, ekki augað, heldur andi mannsins lampi. Andi mannsins lampi. Augað lampi, andi mannsins lampi. Ekki alveg eins, andi mannsins lampi. Þannig að, ok, við höfum hérna eitt ljós og annað ljós, eða þýðir þetta það sama? Ok, skoðum þetta aðeins nánar. Andi mannsins lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Sem rannsakar hvern afkima hjartans. Og hér verið að höfða til andans, eins og Páll sagði, samviska mín upplýst af heilögum anda. Hvað það sem stingur þig þegar þú segir eitthvað rangt? Hvað það sem stingur þig þegar þú gerir eitthvað sem þú veist þú átt ekki að gera? Það andiðinn. Rannsakar hvern afkima hjartans. En kennslan hérna í þessu svo að augað eða andi mannsins ljós líkamans, og ef við lesum þetta í þessari þýðingu hér, þá segir, the eyes of your spirit allow revelation light to enter into your being. Sem sagt, augu anda þíns leyfa opinberun að koma inn í veru þína. Og if your heart is unclouded, the light floods in. Ef að hjartað þitt opið, það engin ský eða ekkert sem ekki á að vera í kringum hjartað þitt eða veru þína, að þá flæðir bara ljósið inn. En svo segir hann hérna, but if your eyes are focused on money. Og ég hafði eiginlega aldrei hugsað þetta svona áður. If your eyes are focused on money, að þá the light cannot. But if your eyes are focused on money, ef augu þín eða athygli augna þinna beinist, ef það snýst allt peninga, þá getur the light cannot penetrate and the darkness takes its place. Þá getur ljósið ekki komist að og myrkrið tekur stað þess. Þannig að kennslan snerist að safna sér fjársjóðum á himni, en ekki í jörðu. Og hann að segja okkur að ef þetta snýst að safna okkur fjársjóðum á jörðu, að þá sé auga okkar sjúkt. Þá sé auga okkar spillt. Hann segir að ef við söfnum okkur ef að hugsun okkar þessi, ég vil bara safna mér fjársjóðum á himni, þá auga mitt heilt. Mér sama það sem á jörðu, þá auga mitt heilt, segir hann. Og þá ég opinn fyrir þessari kennslu, þá andi minn opinn. Og auðvitað nær þetta dýpra en bara peningar, en síðan segir hann, enginn getur þjónað tveimur herrum,
Annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, þér geti ekki þjóna Guði og mammon. Samt hérna aramíska orðið yfir mammon peningar. Og það ekki bara peningar, það efnishyggju andinn. Af hverju höfum við svona fáa í kirkjónum í dag? Af hverju eru allir uppteknir þegar við komum saman til að lofa Guð? Það eitthvað annað sem dregur. Það annað sem dregur. Okkur finnst það ekki skipta nógu miklu máli til þess að við leggjum hitt til hliðar og gerum allt sem í okkar valdi til þess að mæta. Ég man að það var einhver sem að fekk frí, átt að vinna þegar það var sumarmót, hann fekk frí í vinnu til að geta verið á sumarmóti. En við segjum oft, ég kemst ekki af því að ég að vinna. Og stundum þegar kirkjan gerir eitthvað saman, þá gætum við alveg fengið frí í vinnu eins og fá frí í kirkjunni. Eða hvað? Þetta ljótt? Nei, ég ekki að segja þetta til að varpa snöru eða skamma einn eða neitt. Ég veit sumir vinna vaktavinnu og allt í lagi með það og það ekki efnishyggja. Það ekki efnishyggju andinn. Ég bara að segja að ef við hugsum þetta, ef að fjársjóður okkar sem sagt hjá honum, ef þetta snýst allt Guðs ríkið, þá ekki bara í sambandi við samkomusókn, það bara í sambandi við allt líf okkar. Við erum að hugsa að vinna menn fyrir Jesú. Á dagina þá erum við að hugsa, hvernig get ég sagt þessum frá Jesú? Hvernig get ég komið orði Guðs að? Það snýst það að fjársjóður minn hjá honum og þá auga mitt heilt. Það voru hérna nokkrar hugsanir neðanmáls í þessari Biblíu. Það segir the teaching of Jesus are the revelation light referred to here. Já, ok, það var ekki þetta sem ég ætlaði. En hann útskýrir hér og segir að ljósið kennsla Jesú. The light is Jesus' teaching. Ljósið kennsla Jesú, myrkrið myndast af lygum og skoðunum sem blinda okkur. Þannig það það sem hann að kenna hérna, að erum við að fylgja Jesú. Hann að aðvara á hérna, að haldið áfram að fylgja mér. Hann segir, ef þú fylgir mér og leifir ljósinu alltaf að skína inn í líf þitt, að þá allur líkamið þinn bjartur. Ef að aðrar gildir, eins og Jesús kennir í Markús 4, dæmisöguna sákornið, koma inn, þá kæfa þær orðið og ljósið kemst ekki lengur inn. Þannig að Jesús hérna að kenna lærisveinum sínum og í raun og veru að vara þá við. Nú, þegar ég var að hugsa þetta, að þá kom upp í huga minn þetta með Eli, munið eftir Samúelsbókinni 3:3, að þar segir, það var ekki ennþá slökknað á lampa Guðs. Eli, prestur átti syni, og þeir voru á kafi í efnishyggju andanum, þeim var alveg saman drottinn. Þeir voru að þjóna í musturinu og þeir rændu fólkið sem þeir áttu að þjóna. Í staðinn fyrir að blessa það, þá tóku þeir fórnirnar fyrir sjálfa sig. Þannig að þeir, fyrir þá voru þeir búnir að slökkva á ljósinu, loka ljósið. Auga þeirra var sjúkt, líkami þeirra, getum við sagt, var allur í myrkri. Og þegar ég var að hugsa þetta, þá hugsaði ég, já, ok, við getum slökkt ljósið í okkar lífi. Við getum slökkt ljósið ef við hleypum lyginni inn, ef við leifum skýjónum, myrkrum skýjum heimsins að koma inn, áhyggjónum og öllu þessu fyrir lífinu, þá getum við slökkt á þessu opinberuna ljósi. Og þá líkami okkar í myrkri, eða andleg augu okkar
og opinberun okkar, þá skiljum við ekki lengur hvað. Við erum að lesa í orðinu, við erum í myrkri. Og Biblían segir að margir elska í raun og veru myrkri meira en ljósið. Í Jóhannes 3, 19 og 20. Þá sagt að, og það aftur Jesús að tala, sumir segja við eigum ekki að tala svona, en þetta Jesús sem að kenna svona. Sumir vilja ekki lengur kenna kennslunans Jesú að því að við verðum alltaf að uppörfa segja þeir og lyfta upp. Ok, við erum að lyfta okkur upp þegar við erum að áminna hvert annan og hjálpa hvert öðru að ganga veginn með Jesú. Sumir elska myrkrið meira heldur en ljósið, sagði Jesús Kristur. En kennslan hérna hjá honum svo að ef að þér eru ljós, segir hann, og ef að þú sem ert ljósið ert orðin myrkur og einhver að fylgja þér, þá segir hann hvílíkt verður myrkrið. Og það það. Hann myndist á þetta helgi á föstudaginn. Hann sagði fólk kemur í kirkju og stundum mætir að mannlegum vegg. Og fólk segir, ef að þetta Guð, þá vil ég ekki þennan Guð. Af því að þessi mannlegi veggur eiginlega lokar veginum að Guði. Og mér fannst það svo góð hugsun hjá honum. Og hann var að tala um fariseiana. En það oft þannig að ef að við erum ekki þetta ljós og ef að við erum ekki lengur svona, spennt og ástfangin af Jesú, að hvað þá? Erum við þá ennþá ljós? Það snýst ekki það sem ég gerði fyrir 30 árum og ég frelsaðist og svo bara lifi ég eins og allir hinni. Nei, ég þarf að fylgja, ég vil fylgja og ég vil vera ástfangin af Jesú þar til yfir líkur. Ég vil gangi í ljósinu þar til yfir líkur, eins og hann Samal Hanna talaði á síðasta sunnudaga, að koma til hans ástfangin á hverjum morgni og setjast hjá honum og segja, Jesús, ég elska þig, ég dáist að þér, þú svo fallegur og bara dást að honum og ekki koma með neinn bænarefni, ekki koma með neitt, heldur bara dást að honum og eiga þetta samfélag við hann. Það kristna lífið, það ljósið. Amen. Í 1. Korintubréfi 11:1 segir Páll þessi orð. 11:1. Og mér finnst þetta frábært vers. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Krists. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Krists. Að við getum ekki í raun og veru verið þetta ljós nema við séum að fylgja ljósinu sjálf. Við getum ekki verið ljósið nema við fylgjum ljósinu. Og hvernig getið þá verið ljós? Jú, þú bara fylgir honum. Og Jesús sagði, komið til mín, lærið af mér, því að ég auðmjúkur og af hjarta lítillátur. Ég auðmjúkur og af hjarta lítillátur. Ég auðmjúkur og af hjarta lítillátur. Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér, hann þarf alls ekki að ganga í myrkri. En á sama tíma kemur þessi aðvörun til okkar í Matteus að við þurfum stöðulega að leyfa ljósinu að lýsa inn í hjarta okkar. Við megum ekki leyfa skýjunum að koma fyrir, við þurfum stöðulega, peningarnir eiga ekki að trufla okkur, efnishyggjan á ekki að trufla okkur. Og í ljósi þessa, ég stundum hugsaði mann sem ég hef talað sem hét John G. Lake. Kraftaverka maðurinn sem fór til Suður-Afríku. Hann var milljónamæringur. Vitið þið hvað hann gerði? Þegar Guð kallaði hann. Hann gaf allt. Hann gaf allt. Hann var mjög efnaður maður, þetta sem sagt aldamótin, 1800-1900. Hann átti dagblað og hann rak fasteignasölu og
Það var alltaf peningum í höndunum á honum, en þegar Guð kallaði hann, og hann barðist lengi við að hlýða kallinu, þá gaf hann allar eigur sínar, fór til Afríku með $2 eða $3 í vasanum og treysti á Guð, vissi ekki hver tæki á mót honum. Og ég hef svo oft hugsað, hefði ekki verið betra fyrir hann bara að selja þetta og hafa í banka í Bandaríkjunum og láta bankan, eða sem sagt sjóðinn sinn sjá fyrir sér. Það eru 2 hliðar á þessu, ég held að það hefði ekkert verið að því. En ef það truflar, að þá er gott að koma því frá. Ef þú lítur á það sem fégind í þínu lífi, þá er gott að losa sig við það. Það er ekki rangt, hann er ekki að segja sér rangt, að afla fjár, langt frá því. Margir hafa það hjarta að afla fjár og styðja Guðs ríkið og það er ekkert rangt við það. En fégindin er rót alls ills. Fégirndin er rót alls ills, og það var það sem Jesús var að tala að ef að ljósið í þér verður myrkur, ef þú lætur eitthvað annað taka yfir, ef þú treystir ekki lengur á mig, þá verður ljósið í þér myrkur. Og það er það sem er svo sorglegt. Þess vegna viljum við stöðuglega koma til hans og leyfa honum og hans ljósi, og þegar við komum saman, þegar við tilheyrum samfélagi, þá komumst við ekki hjá því að ljósið skín inn í hjört okkar. Vegna þess að ef þetta ljós nærðir ekki í samfélaginu við Guð, þá nærða þér oftast í samfélaginu við bróðin eða systur. Og það er þar sem að Jesús segir að blóðið hans hreinsi okkur. Amen. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir það að þú elskar okkur, umvefur okkur og þú vilt vera ljósið okkar og þú vilt einnig að við séum ljós fyrir heiminn. Og Faðir, ég segi bara hjálpa þú Drottinn, hjálpa þú, gerð okkur að lærisveinum, kennd okkur Drottinn, og Drottinn upplýstu hjört okkar, dragð okkur eftir þér. Jesús, Drottinn, við viljum elska þig, við viljum dásta þér, við viljum heiðra þig, við viljum lofa þig. Og Drottinn, sem við komum núna að borðið þínu, þá viljum við líka segja þér að við viljum vera hluti af þínum líkama. Við viljum hafa allt í ljósinu, Drottinn. Við viljum eta af þínum líkama. Við viljum vera eitt með systkinum okkar, Drottinn, og við viljum leyfa þér að vera höfuðið. Faðir, við bara gefum þínu nafni alla dýrð, í Jesú nafni. Amen. Amen.